dag mánudagur 27. október 2009. Ég stattur á Mýrum sem bær í Skriðdal á Fljótsdalshéraði. Hér fengum við leyfi til að taka 8 tré í tilraunina sem átti hvort eð er að fjarlægja þar sem þau eru undir stóri raflínu sem flytur rafmagn í álverið á Reyðarfirði. Og þessi tiltölulega kalt úti núna að búið að vera heitt allt þetta haust. Og þar leðandi Lerki kannski ekki búið að koma sér í dvala. Það gæti sett strik í reikningin seinna meir. Engin sérstök áhersla var lögð á jarðveg við trjávalið og var uppistaða hnausana því ýmist mold eða möl. Það eina sem átti að vera sameiginlegt með trjánum var hæðin, en reynt var að hafa þau í bil manns hæð. Ekkert var lagt upp úr formfegurð og voru því sum tvítoppa og önnur hreinlega ekki með línunar í lagi. Lítum nánar á uppsetninguna á tilrauninni. Fyrst komið fyrir skjólvegg sem aðskilur ljósgjafana, sem eru annars vegar sterk natríumpera sem gefur frá sér útfjólubláa geisla, líkt og venjulegt sólarljós. Hins vegar notuð jólaserja með 9 60 watta perum. Þá trjánum komið fyrir á sinn stað. Þó stærð og gerð þeirra hafi verið svipuð var lítilsháttar greinamunur á þyngd hnausana og fengu léttustu hnausanir tölugildið 1 og þeir þyngstu tölugildið 4. Aðferð 1 felur eingöngu í sér vatnsgjöf og má segja að hún sé því hlutlaus. Aðferð 2 og 3 fá vatn fyrstu 2 vikurnar, en svo áburði bætt við. Í aðferð 4 fær tréð áburð frá fyrsta degi. Og þá Lerkið komið inn. Hér standa 4 tré, sólarmegin í lífinu. Og að samanskapi standa hér 4 tré, ljósaperumegin í lífinu. Hérna inni svona rúmlega stofuhiti. Þetta gengur á með hléum, ljós sólarmegin. Þá 24 tíma sólarhringsins, þá gengur þetta 12 tíma og þetta gengur allan sólarhringinn. Hluti af tilrauninni að spreyja tré eða mála það og sjá hvort það lifni jafn vel og öll hinn trén. Nú ef það gefur góða raun, þá kannski þarf ekki að skreyta það fyrir jólin. Upphaflega hugmyndin var að nota áburð sem heitir glæður og fæst í Bónus og húsasmiðjum hérna. Nema einhvern veginn vegna var það ekki til núna. Þannig að það var brugðið að það ráð að skella desilítur af blákorni út í 10 lítra af vatni og verður það áburðarblandan sem hér er. Plöntunum voru teknar inn og eru þar allar komnar á stað og virðist ekki skipta máli hvort það sólarmegin eða perumegin. En þær 2 plöntur sem eru komnar hvað lengst eru þær sem fengu áburð frá fyrsta degi. Núna verða smá þáttaskil. Nú, að 2 vikum liðnum, verður bætt við áburði á aðferð 2 og 3 og nú erum við að vita hvort sá skammtur skilar þeim eitthvað áfram. Það vekur næst athygli hvað spreyjuðu trén verða styttra á veg komin en hinn. Spurning hvort málningin hafi annaðhvort lokað brumunum eða þau einfallega þola ekki málninguna. Og í síðasta lagi virðist eins og lamparnir hafi nær sömu áhrif á plöntunar, allavega enn sem komið er. Nú komin 5. desember og hefur tilraunin staðið yfir í 40 daga. Mörgum spurningum hefur verið svarað en enn fleiri spurningar hafa komið upp.
Ein þeirra spurninga er meðal annars hvort þetta sé of mikill ljósgjafi hérna megin og of lítill hinum megin þegar brumið var komið á stað. Og önnur spurningin er hvort það þurfi yfirleitt hnaus á plöntunar. Þegar plöntunar voru sóttar út var talað að ná í 8 hnausplöntur, en þær voru í raun 10 þar sem hnausinn hrundi af 2 þeirra. Þær voru samt teknar með, en tilheyrðu ekki tilrauninni. Heldur var þeim einungis hent út í horn og inn í vatn með smá áburði reyndar og ekkert hugsað meira þær og var frágangunum þannig að vatn huldi ekki einu sinni allar ræturnar. Þó var þeim komið fyrir við sitthvorn ljósgjafann. Það kom svo í ljós að þessar 2 plöntur voru komnar álíka langt og hnausplöntunar og því er eðlilegt að maður spyrji: þarf hnaus? Það er eins og trén í tilrauninu sé ekki að fá nógu mikið vatn og samt eru þau með rótarhnaus. Því að nálarnar minna helst á spánarmosa ef þið kannast við hann. Þegar sammerktar plöntur frá sitthvorum ljósgjafanum eru skoðaðar hlið við hlið, kemur ýmislegt í ljós. Var þessi ljósgjafi virkilega það sem skipti máli? Gerði hann meira gagn eða gerði hann meira ógagn? Ég hugsa sér nú alveg óhætt að segja að peran hafi haft áhrif. Það sem var sólarmegin er mun lengra komið heldur það sem var perumegin. En það virtist ekki skipta svo miklu máli fyrstu dagana, að það ekki verið bara hitasumar sem skipti þar fyrstu máli. Svo virðist sem þau tré sem hafi fengið því svokallaða sólarljós hafi vinninginn í bæði lit og vexti, því þau eru mun grænni og prúðari en hin. Þau tré sem voru perumegin hafa færri nálar og eru jafnlega grárri. En þau eiga það þó sameiginlegt að nálarnar slúta álíka mikið. Greinilegt að vatnsupptakan er ekki næg. Þessi tilraun hefur gefið fjölda vísbendinga en engar afgerandi niðurstöður og spilar þar mestu hversu umfangslítil tilraunin var. Til að mynda fékkst það ekki á hreint hvort áburður gerði nokkuð gagn við að koma lerki úr dvala, en aftur á móti skiptir máli hvernig ljós lerki fær þegar það komið á stað. Fjöldi spurninga vöknuðu til viðbótar. Hitastigið virðist skipta máli að minnstu kosti fyrstu 2 vikurnar. Hvað með rakastig í lofti? Það var ekki mælt en aðstæður voru fremur þurrar. Hvernig er að taka tré með hnaus inn að sumri og sjá hvernig trénu reiðir af fram yfir jól? Er hnausinn og jafnvel rótin óþörf? Er kannski nóg að meðhöndla lerki eins og afskorin blóm? Ætli sé hægt að setja litarefni í vatnið að lita nýútsprungnar nálarnar? Hvernig ljósgjafi er bestur? Eða er kannski best að láta það standa út í glugga og fá dagsbirtu í skammdeginu? Ef mála á trén, hvort ætli sé betra að nota olíumálningu eða akrýlmálningu? Þessari tilraun er hér með lokið, en greinilegt er að þörf er fyrir frekari rannsóknir. Sérstaklega ef við ætlum að geta nýtt lerkið sem jólatrí. Nú er vika í það jólamarkaðurinn í Barra hefjist og ætlum að reyna að koma trjánum til fyrir þann tíma. Og jafnvel að gera því að sölum. En þangað til ætlum við að gefa þeim svolítið vel að drekka, lýsa vel á þau og spreyja. Því hver veit nema einhverju vilji fá lerki í jólatrið þessi jólin.